Við hittum þennan kraftmikla mann á Austurlandi. Ég hef afskaplega gaman að rækta blóm. Ég sauma út og prjóna. Líður afskaplega vel fyrir fram á mikrofónu. Kristinn Kristmundsson, venjulega kallaður Kiddi, vílar hlutin ekki fyrir sér. Á daginn smíðar hann líkistur og á kvöldin rekur hann vídeóleigu. Við komum fyrst við hjá Kidda síðdegis á verkstæðinu þar sem hann smíðar líkisturnar. Já, þetta nú þjónusta sem vantaði hérna á Austurlandi og það var nú svona farið að ræða við mig þessi mál, svona lauslega. Svo ég ákvaði nú bara að það best bara að prófa þetta. Og hvernig hefur þið líka það að vera líkistursmiður hér á Austurlandi? Þetta er fínt. Þetta er alveg ágætt starf. Þetta er velþakkastarf og ég veit ekki annað en viðskiptavinir mínir eða ættingjarnir séu mjög ánægðir með vöruna. Hvernig kistu myndir þú sjálfur vilja? Ég veit ekki, ég er nú ekki bara að hugsa svo langt. Jú, sjálfs að smíða ég mér svona steikarkistu býst við. Nú, sást útskorna, ég býst við því. En ég er nú samt ekki fann að hugsa neitt svo langt ennþá. Ég vil helst ekki hugsa það. Af því að þó ég veit alveg viss það og ég er ekki neinum vafi það. Það er svo mjög gott að búa hinum megin líka. Því að ég neita því ekki, ég get ekki neita því. Ég hef sagt frá því áður í fjölmiðla að ég verði var við fólk sem er farið. Og það er ekkert athugavert við það. Og það er ekkert bara gott. Ég finn bara góða hlið þaðan. Móðir mín saumar yfirleitt allt innan í kisturnar. Hún kottan á sængurnar og fötin. En ég átti á móti sé að fóðra þær innan og blúnduleggja þær og ég strauja allt. Síðan er faðir minn, hann hefur verið hérna aðstoða mig hérna líka. Hann styður að þessu hjá mér. Snýr með mér og hann er fann að skrúa og negla og svona, pússar allt. Og það er á hæg heimatökin, þið eru hérna öll í plássinu náttúrulega? Já, búum öll saman. Búið öll saman? Já. Það má geta þess að þau hafa verið með mér í öllu þessu sem ég hef verið að gera frá upphafi. Þau hafa stutt við bækið á mig í öllu sem ég hef byrjað á. Eru foreldraðinni líka að vinna með þér hérna í vídeóleigu? Já. Pabbi tekur hérna til og hann skúrar og þurrkar af og raðar stundum myndum. Og mamma náttúrulega, hún afgreiðir hérna. Afgreiðir á móti mér, hún tekur alltaf vaktina frá klukkan frá 6 til 7:30 á daginn. Líður afskaplega vel fyrir fram á mikrofónu. Hvernig er það að mynda þér? Jú, mjög vel líka. Ég hef tekið myndir af sjálfa mér heima. Stillt mig upp á fót og tekið myndir af mér sjálfur. Er það þægilegt? Já, mjög svo þægilegt. Það er svona þegar ég var hérna í þessu gömlu daga þegar ég var að sýna diskodansa þá þurfti ég náttúrulega að taka mig upp og taka allan hjá mér og kem út, ég skoðaði aftur og á því lærði maður voða mikið. En vísu væri náttúrulega ekki komið mjög fullkomna vel þá. Þetta er svo langt síðan. En þú varst að sýna dansa, segirðu? Já. Þegar ég var með diskotekinn í gamla daga þá yfirleitt startaði ég fólkinu á stað á gólfinu með því að fara sjálfur út á gólfið og sýna dansspor. Og þannig kom ég oft stórum hluta bara út á gólfið, bara með því að fara sjálfur og sýna fyrst. Það kom hér danskennari ábyggilega frá Heiðari Ástráðssyni mínum eitthvað svoleiðis og kenndi hér dansa og ég dreif mig í það því ég hef alltaf haft svo óskaplega gaman að dansa. Móðir mín hefur kennt mér gömlu dansana og veit að það ég vilt sama þegar við fórum á Þorrablót. Og ég kenndi henni stundu nýju dansana, það gekk bara mjög vel líka. Þannig að ég hef reynt að halda henni eins ungri eins og hægt er. Hvað gerirðu þegar það er rólegt hjá þér? Þá tek ég bara fram handavinnuna mína. Ég hef búinn að gera það síðan ég var 9 ára gamall. Ég sauma út og prjóna. Ég prjónaði mér peysu hér í fyrra vetur. Hvíta peysu til að eiga fyrir harðinda árin. Það kemur mikið snurr. Og svo prjónaði ég náttúrulega bæði lista og vettlinga og þetta bæði ég gef og vinum og kunningum og ættinni og svona. Svo hef ég svolítið gert að ég sauma út svona myndir og búða og nú, meðan ég ekki gert það núna, en meðan ég rak sjoppinu í gangu, þá saumaði ég klukkustreng og rennibraut og rokkokostól, svo eitthvað sé nefnt. Alla púðar enda, jú. Finnst þér þetta gott að hafa þetta svona kvöldin þegar þú ert hérna einn? Mjög gott. Já, það styttir tíman mjög mikið og maður sér þá að það er allavega eitthvað hefur skeð yfir kvöldið ef það hefur verið rólegt. Hættur að dansa diskóið leiðandi lok? Já, ég reyndar hætti því, en mér langar voðalega mikið til að fara. Ég man þetta voða mikið ennþá og ég
skoða mikið spólur hjá mér sem eru dansar á og ég er mikið að spá í að fara að rifja þetta upp aftur og svo bara legg ég huga mig mikið í bleyti og reyni bara að rifja þetta upp aftur hvernig það var og þá kemur þetta hægt og rólega. Ég held að það sé alveg að gera að það er að vera með nógu létta lund, vera alltaf freka gladur í bragði, hress og láta fátt finnast og eitthvað ámannið inn í. Það held ég að sé alveg tvímælalaust mottóið hjá að halda góðri heilsu, bæði andlega, sálarlega og líkamlega. Við erum öll mannleg og víst getum gert mannleg mistök og ekkert athugugt við það. Ég kippi mér aldrei upp í neitt. Ég er vanur öll. Aldrei að vita hvað ég ætti að gera. Það er ómögulegt að segja.